Fjórða stýrivaxtahækkun Seðlabankans á 7 mánuðum hefur víðtæk áhrif í samfélaginu. Mánaðarleg afborgun af 40 milljóna króna óverðtryggðu láni hefur hækkað 24.000 frá áramótum. Sífellt fleiri Evrópulönd reyna að hefta útbreiðslu COVID-19 með aðgerðum gegn óbólusettu fólki. Í einu ríki áformað að borga fólki fyrir að láta bólusetja sig. Alþingi verður sett þriðjudaginn 23. nóvember og leið verður niðurstaða undirbúnings kjörbréfanefndar kynnt. Fjárlagafrumvarpið verður lagt fram í byrjun desember. Þingmenn bíða þess óþreyjufullir að þing hefjist. Sumir mæla gangan á Alþingi, aðrir hafa drifið tuskuna á loft og flestir reyna að undirbúa sig fyrir þingveturinn. Tugir klukkustunda af áður óbirtu efni nýttust við gerð nýrrar heimildarmyndar Bítlana sem verður sýnd á streymisveitunni Disney Plus síðar í mánuðinum. Eftirlifandi Bítlum og afkomendum þeirra allra var boðið á frumsýningu í Lundúnum í gær. Gott kvöld. Seðlabankinn kynnti í morgun 4. stýrivaxtahækkunina á 7 mánuðum. Henni er ætlað að kæla hagkerfið sem bankinn spáir að vaxi hratt á næsta ári. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans er sú 4. á árinu. Í maí, ágúst og október hækkuðu vextir 0,25% stig, en í morgun var ráðist í brattari hækkun, eða hálft stig. Vextir fóru lægst niður í 0,75%. En við hækkunin í morgun eru þeir komnir upp í 2%. Stýrivaxtahækkunin skýrist bæði af jákvæðum þáttum og neikvæðum. Seðlabankastjóri sagði í morgun að efnahagsbatinn eftir faraldurinn væri orðinn það góður að nú þyrfti að passa að partíið fari ekki úr böndunum. Hins vegar gengur bölvalega að ná verðbólgunni niður. Og það er langt í það að Seðlabankinn nái því markmiði sínu að koma henni undir 2,5% markið. Spáð er 3,9% hagvexti í ár. En loðnan og ferðamenn munu skila 5,1% hagvexti á næsta ári, gangi spá Seðlabankans eftir. Ekki er hægt að segja að ákvörðun Seðlabankans komi á óvart, þótt alltaf megi deila tímasetningar og hversu bratt eigi að fara í hækkanir. Já, þetta kemur sér illa fyrir fyrirtæki sem mörg hver eru bara rétt að komast á lappirnar eftir efnahagsáfallið sem hérna var og reyndar fyrir náttúrulega heimilin líka sem eru í sömu sporum, rétt að jafna sig eftir þetta áfall. En þetta er ekki óviðbúið, verðbólgan er náttúrulega of mikil. Að stórum hluta eru það hækkanir á húsnæði og hrávörum sem kynnt hafa undir verðbólgunni og telur Seðlabankastjóri að tími hækkana sé senn á enda. En þetta eru allt sem að þætti sem að mér finnst ekkert ólíklegt að muni renna sitt skeið næstu 6 mánuðum. Mér finnst ólíklegt að fasteignamarkaðurinn haldi áfram á þeirri braut sem hann er á. Hækkanir á húsnæðismarkaði undanfarið er fyrst og fremst til komnar vegna skorts á húsnæði, þar sem allar hillur eru tómar, ef svo má segja. Ofan á skortinn bætist mikill innflutningur vinnuafls undanfarin misseri. Ólíklegt er að það dragi úr honum, enda sýna gögn Seðlabankans að fyrirtæki búa í auknum mæli við skort á starfsfólki. En húsnæðisskorturinn virðist ekki á undanhaldi. Við teljum hérna alltaf regla íbúðir í byggingu og þar er ekki eitthvað sem bendir til þess að verða einhver viðsnúningur í því alveg á næstunni. Þannig að því miður við sjáum ekki að framboðsvandinn sé leystur. Seðlabankinn vill ekki að partíið fari úr böndunum. Friðrik Jónsson, formaður BHM og Seðlabankastjóri segir meðal annars að launahækkanir séu úr tengslum við veruleikann. Er þetta gagnrýni sem að þú tekur til þín? Ég get nú varla tekið hana til mín og ég verð að játa það að mér finnst nú vera svolítið taugaveiklunarbragur bragur á rökum peningastefnunefndar og Seðlabankastjóra og þetta orðbragð kannski ekki alveg sæmandi. Seðlabankastjóri að auki hefur á undanförnum mánuðum verið að stunda sérkennilegar pólitískar skylmingar og í dag er það verkalýðshreyfingin, daginn var það lóðaskortur í Reykjavík. Þar áður verkalýðshreyfingin, þannig að það er einhver þráhyggja við lögbundnu hlutverki verkalýðshreyfingar að semja kaup og kjör fyrir sína umbjóðendur. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af þessu og svona læti vega óneitanlega svolítið að sjálfstæði og sýn á óhlutdrægni bankans. Þannig að mér finnst þetta ekki nógu gott. En burtséð frá þeirri gagnrýni á Seðlabankann, hvað þýðir þessi vaxtahækkun fyrir launafólk? Eins og kom fram í fréttinni þá hefur hún náttúrulega þau áhrif að lánin hækka. Hún hefur þau áhrif að þetta dregur náttúrulega úr kaupmætti með því. Við erum
mörg flest hver með einhver lán, allavega fasteignalán, margir búin að skipta yfir í óverðtryggð lán sem í sjálfu sér jákvætt vegna þess að það þýðir það að bit peningastefnunar betra og skilvirkara. Á sama tíma segir seðlabankastjóri í þessu viðtali hér á undan fréttinni að þetta sé nú tímabundið ástand og að ganga yfir á 6 mánuðum. Veitu, hvers vegna þessi læti þá? Hvers vegna, og líka búin að taka það fram að meiri hluta til verðbólgan vegna utanaðkomandi þátta erlendis frá. Örstutt í lokin, hvað áhrif hefur þetta á næstu kjaraviðræður? Þetta hefur þau áhrif að þetta kemur beint inn í þær viðræður fyrir mína umbjóðendur sem að sömdu í umhverfi krónutöluhækkana sem voru sérstaklega sniðnar að því að mæta leiðréttingum fyrir láglaunastéttir og sérstaklega þá stéttir þar sem meirihluti eru konur. Þá eru við í þeirri stöðu að miðað við þróun kaupmáttar og sérstaklega og þróun verðbólgu að í lok þessa kjarasamnings verðum við mögulega með neikvæða kaupmáttarþróun. Nú ef ég byrja í mínus í næstu kjarasamningum, það segir sig sjálft að það er ekki þægilegu staður að vera á. Friðrik Jónsson, takk fyrir komuna í beina útsendingu í fréttirnar hjá okkur. Aðeins meira þetta mál. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans hefur mest áhrif á nýja íbúðarkaupendur og þá sem að hafa háan höfuðstól og eru með breytilega vexti að mati fjármálaráðgjafa. Frá áramótum hefur mánaðarleg greiðslubyrði 40 milljóna króna húsnæðisláns hækkað 24.000 krónum. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans mun hækka greiðslubyrði íbúðalána. Kostnaður af verðtryggðum lánum hefur hækkað en raunvextir þeirra geta verið 6 til 6,5%. Æ fleiri taka nú óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum og hækkunin sem kynnt var í morgun hefur mest áhrif á þau. Þetta mun hafa mestu áhrif á fólk sem nýbúið að kaupa sér fasteign. Mestu vextirnir eru alltaf í upphafi meðan höfuðstóllinn er stór. Þannig að þeir sem voru að kaupa sér fasteign á árinu og eru með breytilega vexti, þetta mun hafa mest áhrif á þá. Ef við erum að tala kannski bara 60 milljóna króna eign, 40 milljóna króna lán, þá er þetta svona 11 skall, give or take á mánuði. Vaxtahækkanir frá áramótum á sama láni sem óverðtryggt til 25 ára með breytilegum vöxtum hafa að sögn Sólveigar aukið greiðslubyrði á mánuði 24.000 krónur. Talsvert sé að fólk skuldbreyti lánum sínum og eða flytji þau á milli lánafyrirtækja til að fá betri kjör. En samkeppnin heilbrigð eða mætti hún vera harðari í þágu lántakenda? Það er erfitt að segja til það, en ég myndi að segja svona með hærri stýrivöxtum þá er náttúrulega hægt að bjóða kannski upp á meiri samkeppni. Margt bendi til að stýrivextir haldi áfram að hækka. Myndirðu ekki alveg að segja að við værum núna að fara í gegnum ástand þar sem maður þarf að vakta þessa þætti í heimilisbókhaldinu eins og fólki? Jú, ef maður er með breytilega vexti. Ef maður er með fasta vexti þá getur maður alltaf bara slakað á í sófanum. Að minnsta kosti 9 Evrópulönd hafa nú gripið til eða ætla að grípa til sérstakra aðgerða gagnvart þeim sem ekki eru bólusetti gegn COVID-19. Þetta er gert til þess að reyna að hefta útbreiðslu veirunnar sem er mikil í Evrópu þessa dagana. Í dag er Evrópa þungamiðja útbreiðslunar gegn kórónuveirunni. Dagleg tilfelli eru 2-falt fleiri nú en í byrjun október og álag á heilbrigðiskerfi landanna eykst. Sífellt fleiri lönd hafa nú brugðið á það ráð að setja sérstakar takmarkanir á þá sem eru ekki bólusettir. Strangasta ráðstöfunin er í Austurríki. Þar mega óbólusettir ekkert vera á ferðinni nema til að sinna nauðsynlegum erindum. Belgar hafa til skoðunar að skylda heilbrigðisstarfsfólk í bólusetningu. Frakkar hafa ákveðið að 65 ára og eldri þurfi örvunarskammt til að fá bólusetningarpassa. Í Berlín í Þýskalandi hefur óbólusettum verið bannað að sækja veitingastaði og söfn. Þýsk stjórnvöld ræða frekari aðgerðir gegn óbólusettum enda með áhyggjur af stöðunni. Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch, ich kann es nicht anders sagen. Die 4. Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Ítalir hafa skildað óbólusetta til að framvísa neikvæðu prófi vilji þeir mæta í vinnu. Í Slóvakíu og Tékklandi er nú til umræðu að óbólusettir megi ekki sækja stóra viðburði, líkamsræktarstöðvar og verslanir sem selja ekki nauðsynjar. Í Lettlandi geta vinnuveitendur nú sagt óbólusettu fólki upp störfum. Úkraínumenn hafa hins vegar farið þá leið að borga bólusettu fólki jafnvirði 5.000 íslenskra króna. Þessi listi er líklega ekki tæmandi og inniheldur ekki lönd sem notast við hefðbundna bólusetningarpassa eins og Danmörku. Eins og gefur að skilja hafa viðbröðin við þessum aðgerðum verið misjöfn. Perché limitano la libertà di circolazione, oltre anche la libertà di esprimersi liberamente. Die Regeln oder was bis jetzt gemacht wird, ist okay, aber es müsste vielleicht auch mehr kontrolliert werden, überhaupt, ob das eingehalten wird.
Alþingi verður sett þriðjudaginn 23. nóvember við hátíðlega athöfn. Starfandi forseti Alþingis segir að fjárlagafrumvarpið verði lagt fram 7. desember. Kjörbréfanefnd verður kosin á fyrsta þingfundi og undirbúningskjörbréfanefnd kynnir niðurstöðu sínar þá. Framhaldsfundur verður síðan á fimmtudag þar sem tekin verður til umræðu niðurstaða undirbúningskjörbréfanefndar og greidd atkvæði hana. Búist er við að niðurstaða nefndarinnar verði ekki gerð opinber fyrr en á þriðjudag þegar hún verður lögð fram á Alþingi og í millitíðinni halda stíf fundahöld áfram. Þetta fyrirkomulag var samþykkt á fjarfundi allra þingflokksformanna nú síðdegis með starfandi forseta Alþingis, Willum Þór Þórsinni. Þeir sem mæta við þingsetninguna eru þeir 63 þingmenn sem hafa fengið kjörbréf, en það er eins og listin leit út að lokinni annarri talningu í Norðvesturkjördæmi. Willum Þór segir að þriðji framhaldsfundur verði síðan á bilinu 3. til 7. desember, þá verði fjárlagafrumvarpið lagt fram og forsætisráðherra flytji stefnuræðu sína. Það er óskaplega skrítið og dálítið tómlegt að sitja og bíða eftir því Alþingi komi saman, segja þingmenn. Þeir drepa tímann með þrifum, lesa gamlar skýrslur og undirbúa frumvörp. Það ríkir kyrrð og ró heima hjá Steinunni Þóru þingmanni sem bíður þess að geta farið í vinnuna. Það er svolítið sérstök staða að vera í, en ég reynir svona að nýta tímann og lesa mér til hluti. Ég er hérna með skýrslu sem kom út í vorum, langtímahorfur í efnahagsmálum og opinberum fjármálum. Og vaknar á mótnana full tilhlökkun að lesa skýrslur um opinberum fjármálum. Kannski ekki, get ég ekki sagt að ég vakni alveg full tilhlökkunar í það, en þetta er bara partur af vinnunni. Aðrir þingmenn hafa kynnt sér húsakost Alþingis. Nú náttúrulega eru næstu 2 mánuði frá því það var kosið. Er þetta ekki svolítið skrítinn tími að vera kosin á þing en ekki á þingi? Jú, það er það svo sannarlega og maður reynir bara að nýta tíman sem best í það að undirbúa þingið og undirbúa þau mál sem maður vill leggja fram. Og þú ert reyndar skrifstofunni rétt hjá Alþingi og ert að ganga gangan. Það er ekki margir í þetta. Nei, það starfsfólki að sjálfsögðu allt en það er svona minna af þingmannunum. Það er náttúrulega skrítin tilfinning og líka það, þá er maður ekki alveg að kynnast fólki. Þeir eru fleiri sem bíða eftir að kynnast þingmennskunni. Fyrsti hálfi mánuðin var rosalega næs. Það var ofsalega gott að fá hálfan mánuð og þriðja vikan líka. Síðan er þetta búið að vera svona svolítið skrítið. Búin að lesa töluvert mikið og svo horfum maður náttúrulega eitthvað á sjónvarp og svona. Og svo höfum við svona aðeins farið í smá framkvæmdir hérna heima. Ásthildur er fyrir löngu búin að semja 8 frumvörp. Og svo náttúrulega bara bjargaði miklu. Þann 5. nóvember kom nýji diskurinn með ABBA og ég náttúrulega forfallin ABBA-aðdáandi, beðið spennt eftir þessu og búin að hlusta á hann og nokkuð oft náttúrulega. Og rabba aftur til útlanda. Það er ekki aðeins koronaveiru faraldurinn sem að skikkar fólk til þess að dvelja heima við á Indlandi. Öllum skólum hefur verið lokað í Delhi í að minnstakosti viku vegna mikillar loftmengunar. I think I should go to school, but I can't because of pollution. Most kids started falling sick. Yeah, she was unwell the whole of last week. So that worries us even more. Because they are in their growing age, they are developing and some problems. So I have seen kids, they develop certain issues like allergic cough. Þessar mæðgur eru 2 af þeim fjölda íbúa Delhi á Indlandi sem halda sig heima þessa dagana. Þykkt mengunarský liggur yfir borginni og loftmengun mælist langt yfir hættumörkum. Öll byggingastarfsemi hefur verið sett á ís næstu vikuna með örfáum undantekningum og einungis 5 af 11 orkuverum sem brenna kolum hafa leyfi til starfsemi næstu daga. Þá verður bílaumferð í borginni takmörkuð eins og kostur er. Mengun er þó ekki nýr raunveruleiki íbúa Delhi, þar sem umferð, iðnaður og veðrabrigði stuðla að því að borgin telst sú mengaðasta í heiminum. Sitt sýnist hverjum þessar takmarkanir stjórnvalda. बच्चों के गले में पेन हो रहा है, लंग्स में पेन हो रहा है, बड़ों के हो रहा है. तो अगर ये 2-3 दिन का लॉकडाउन लग जाए तो ये बेटर रहेगा. मेरे को तो लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें तो होती है, हर साल हो रही है. कुछ उसका हल निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा. मेरे को तो लगता नहीं है और देखते हैं क्या होता है. Þúsundir þurftu að flýja heimili sín á vesturströnd Kanada eftir miklar rigningar sem
hafa valdið flóðum og aurskriðum. Kona lést í einni skriðunni. Þá rofnuðu vegir bæði í Kanada og í Washington-ríki í Bandaríkjunum. Rigningarnar hófust á sunnudaginn. Í bresku Kólumbíu á vesturströnd Kanada féll ígildi mánaðar úrkomu á 2 dögum, 250 millimetrar. Þetta var til þess að vötn og ár flæddu yfir bakka sína sem gerði það að verkum að hraðbrautin í gegnum bresku Kólumbíu fór í sundur. Mikið féll af aurskriðum og meðal annars þurfti að bjarga 250 manns á mánudag sem höfðu orðið innlyksa milli skriða. We were on the chopper looking down and everything was brown. Like, I mean, it was just, I've never seen anything like it before. Ein kona lést í aurskriðu og 2 saknað. Fjöldi húsa og bíla voru umflotin vatni og björgunarsveitir höfðu í nóg að snúast við að bjarga fólki. One member had to throw on a life jacket and swim out or wade out towards a car that was overturned to bring someone back, and that was just almost on a regular basis for about 2 hours. Stærsta borg ríkisins Vancouver slapp þokkalega en sjógangurinn reyndi þó verulega á varnargarð við ströndina. Allar samgöngur til og frá borginni fóru úr skorðum. Flóð og aurskriður gerðu líka mikinn usla í Washington-ríki í Bandaríkjunum. Hér bjargar til að mynda bandaríska strandgæslan 10 manns þar af 4 börnum af flóðasvæði í ríkinu. Þjóðvegur 5 lokaðist vegna vatns og aurs og nokkrir bílar fóru í kaf sem setti bílstjóra í hættu. Had to crawl through the passenger side because car ended up tilting with the driver's side towards the ground a little bit, so crawled out the passenger side and was able to get out, thankfully. Ekki enn ljóst hvenær þær þúsundir sem þurftu að yfirgefa heimili sín geta snúið aftur. Húsbyggingar hafi ekki verið meiri á Reyðarfirði síðan á uppgangstímanum þegar álverið var reist. 17 íbúðir eru í byggingu á staðnum. Flestar íbúðirnar á Reyðarfirði eru í byggingu uppi á Mel sem kallað er. Þar stóðu söklar sem aldrei var byggt á fyrr en nú. Sýnir bara hversu mikil þörf er komin í sveitarfélaginu og hér er þetta byrjað vel en við erum núna með 40 framkvæmdir. Húsnæði í bygging og mismunandi stigum í sveitarfélaginu, mest hér, en líka á Fáskrúðsfirði, Eskifirði og er að byrja út á Norðfirði og áhugi er hér á suður frá líka. Þannig að ég held kannski fyrst og síðan að það var komin gríðarlega mikil þörf og svo er náttúrulega bara gríðarlega mikil tækifæri hér eins og víða út á landi. Hér vantar fólk í vinnu en það vantar líka húsnæði, þannig að þetta er afskaplega gleðilegt. Fjarðabyggð er eitt þeirra sveitarfélaga sem hefur samþykkt að taka þátt í sérstöku átæki húsnæði sjálfseignar stofnun. Þannig ætla mörg sveitarfélög að taka sig saman og samnýta teikningar og fleira til að gera húsbyggingar hagkvæmari. En lóðumsóknir sem við höfum afgreitt skipta líka tugum, þannig að ég vona að það sé mikið meir í pípunum. Og hvernig gengur að selja húsin? Það gengur bara ótrúlega vel. Þetta eiginlega bara seldist sig sjálft. Þannig að við þurfum mjög lítið að hafa fyrir því að auglýsa á. Og hver er að kaupa? Það eru bara fólk hérna á Reyðarfirði, bara verkafólk og fólk hefur bara keyrt hérna fram hjá og frétt að þessu og komið bara hennilega og spurt hvort það mætti kaupa í rauninni. Fyrir verktaka, ekki bara hér innan sveitarfélagsins okkar, heldur vísað landinu er hér gríðarlega mikil tækifæri að koma og starta húsbyggingu. Aðdáendur hafa fengið að heyra í sínu fólki í fréttatímanum og nú er komið að því að gleðja bítlavini. Heimildamyndin The Beatles Get Back var frumsýnd fyrir þá 2 bítla sem lifa og afkomendur þeirra allra í Lundúnum í gær. Myndin byggir á tugum klukkustund af áður óbirtu myndefni með þessari þekktustu hljómsveit og bestu allra tíma. We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? No. Í janúar árið 1969 fékk hópur kvikmyndagerðarfólks að vera eins og fluga á vegg og mynda bítlana við upptökur á plötunni Let It Be. Plötur sem upphaflega átti að heita Get Back. Svo heimildamyndin nýja heitir The Beatles Get Back. Eftir kvikmyndagerðarhópinn lágu 57 klukkustundir af myndefni sem nýtt var í heimildamynd sem kom út árið síðar. Mikið af myndefninu hefur hins vegar aldrei ratað fyrir augu almennings áður. Fyrir nú þegar að kvikmyndaleikstjórinn Peter Jackson nýtti saman 3 2 klukkustundar löngum þáttum sem verða aðgengilegir á streymisveitunni Disney Plus í lok mánaðarins. What could it be, Paul? Something in the way she moves. What attracted me at all? Just say whatever comes into your head each time attracts me like a cauliflower until you get the word. And the announcement was made, it was like, what, was 60 hours of footage of the Beatles that we've never seen, so it's going to be amazing. I'm sure I'll shed a little tear towards the end of it.
Eftirlifandi Bítlunum og afkomendum þeirra allra var boðið til frumsýningar í London í gær. You know, when you see Peter's footage all rezzed up, like it blew my mind when I first saw John singing and I was like, John had gold teeth? Anytime I see my dad on TV I get very misty because of what he achieved and where he came from and that he changed the world. It's strangely emotional. It's also, I'm not sure I say this, but I was born on October 9th, 1969. I was conceived during this period. And so I'm trying to work out when he's got a smile on his face. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. Kastljósið. Ragnar Hjálmarsson, doktor í stjórnarháttum, gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljós á eftir. Þau ætla að ræða íslensk stjórnmál og hvort þau séu skrambi góð líkt á fyrirlestur Ragnars frá í gær nefnist og leita svara við því hvernig hægt sé að gera upp fortíðina eftir efnahagshrun. Það veðrið á morgun útlit fyrir austlæga átt og rigningu sunnan til á landinu framan af úrkomulítið norðan til en snjókoma og síðar slydda þar undir kvöld. Það hlýnaði veðri hiti að 5 stigum en vægt frost norðan til fram eftir degi. Elín Björk Jónasdóttir fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Ari Freyr Skúlason hefur spilað sinn síðasta landsleik fyrir karlalandsliðið í fótbolta. Ari 4. reynslumikli leikmaðurinn sem skilur við landsliðið á skömmum tíma. Breiðablik mætir Kharkiv á Kópavogsvelli á morgun í riðlakeppni meistaradeildar kvenna. Og langþráður HM-draumur Norðmanna varð að engu í gærkvöld. Helstu atriði fréttanna í kvöld. 4. stýrivaxtahækkun Seðlabankans á 7 mánuðum hefur víðtæk áhrif í samfélaginu öllu. Formaður BHM gagnrýnir ákvörðunina og segir taugaveiklunar brag á henni. Sífellt fleiri Evrópulönd reyna að hefta útbreiðslu COVID-19 með aðgerðum gegn óbólusettu fólki. Í Úkraínu áformað að borga fólki fyrir að láta bólusetja sig. Alþingi verður sett þriðjudaginn 23. nóvember og leið verður niðurstaða undirbúningskjörbréfanefndar kynnt. Fjárlagafrumvarpið verður lagt fram í byrjun desember. Þingmenn bíða þess óþreyjufullir að þing hefjist, sumir mæla gangana á þingi, aðrir hafa drifið tuskuna á loft og flestir reyna að undirbúa sig fyrir þingveturinn. Tugir klukkustunda af áður óbirtu efni nýttust við gerð nýrrar heimildarmyndar Bítlana sem verður frumsýnd á streymisveitunni Disney Plus síðar í mánuðinum. Eftirlifandi Bítlum og afkomendum þeirra var boðið á frumsýningu í Lundúnum í gær. Næstu fréttir útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Alltaf nýjar fréttir á RÚV.is. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.